Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þið ykkar sem fylgist með fréttum hafið ef þið vill orðið fyrir vonbrigðum með ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans í morgun sem enn skirrist við að lækka vexti. Þeir hafa staðið í 9,2% í heilt ár og traust til Seðlabanka mælist ekki gott. Við sjáum það í könnunum og sérstaklega náttúrulega hinnum skuldsettu blæðir mjög. Það hafa verið viðbrögð frá ASÍ í dag þar sem þessi ákvörðun hörmuð og við ætlum að fá hérna sjónarhorn verkalýðsleiðtoga til að tjá sig, sem komin hingað til þess að tjá sig þessa stöðu. Vilhjálmur, velkomin. Já, takk fyrir það. Hvernig slær þetta þig? Í fyrsta lagi kom þetta þér á óvart að ekki skildi vera komið á móts við ykkur sem að voruð að semja hérna ekki alls fyrir löngu þeirri trú að verðbólgan væri á niðurleið og vextir færi niður? Já, ég held að þetta hafi ekki bara komið mér á óvart, heldur ég algjörlega yfir mig bit á því að Seðlabankinn skuli hafa tekið þá ákvörðun að láta vextina standa óhaggaða núna því að næsti stýrivaxta ákvörðunardagur ekki fyrir ef ég man þetta rétt, í lok ágúst og menn verða að hafa það í huga að hvað hefur breyst á undanförnum mánuðum, þá liggur náttúrulega svona beinast fyrir að rifja upp það sem að verkalýðshreyfingin gerði í mars, þar sem að við tókum ákvörðunum að semja með hófstilltum hætti til 4 ára og ekki bara semja með hófstilltum hætti, heldur fóru við í einu og öllu eftir því sem Seðlabankinn hefur verið að gagnrýna verkalýðshreyfinguna fyrir á undanförnum árum og áratugum. Það í fyrsta lagi að vera ekki að semja til langstíma og að innihald samningana rúmist ekki fyrir innistæðu í raun og veru fyrirtækja. Þarna fórum við bara eftir þessu og ástæðan fyrir því að við gerðum það var fyrst og fremst vegna þess að við sáum mikinn ávinning í því að sjá verðbólguna fara niður með því að leggja okkar á mörkum og sjá síðan vextina fylgja hratt á eftir lækkun verðbólgu. Núna hefur verðbólgan, ef við tökum bara frá því í september í fyrra, farið úr 8% niður í 6% og í síðasta mánuði lækkaði verðbólganum tæpt 1% og við komum núna niður í 6%. Þrátt fyrir þessi teikn, þá bregst Seðlabankinn ekki við, fer ekki eftir því í raun og veru sem að hann hefur verið að gagnrýna okkur fyrir sem að semja með hófstilltum hætti til langs tíma og ekki bara það, heldur liggur fyrir að þegar að hagvöxtur skoðaður á Íslandi núna síðustu 2 árin, því að eitt af því sem að Seðlabankinn horfi mikið á mikill hagvöxtur þegar hann að taka ákvörðun það hvort hann að hækka eða lækka stýrivexti eða láta það standa óbreytta. Tengt þenslu. Tengt þenslu, hárrétt. 2022 hagvöxtur 8,9% í hæðstu hæðum og sem að þýðir bara mannamáli að það mikil þensla í íslensku efnahagslífi og þá oft á tíðum svona kannski eðlilegt að hann sé með vextina hátt uppi til að draga úr þessari miklu þenslu en í fyrra þá fer hagvöxturinn niður í 4,1% og nota bene, núna eru greiningaraðilar að spá fyrir árið 2024 að hagvöxtur verði komin hér niður í 0,5 eða 0,9%. Ég sá á blaðamannafundi Seðlabankans í morgun að Seðlabanki sjálfur gerir ráð fyrir að hagvöxtur verði 1,1% á þessu ári og taktu eftir í síðustu spá Seðlabankans bara fyrir örfáum mánuði síðan að þá gerðu þeir ráð fyrir 1,9%, þannig að þeir eru að lenda. Ég hef bara áhyggjur af því, að þessi hávaxta stefna Seðlabankans sé í raun og veru að keyra hagkerfi hjá okkur bara í kulnun
bara í frost ef að þannig orðið komast, þar sem að byggingar, verktakar og aðrir aðilar sem að þurfa hér að halda við byggingar þörfinni, 3500 íbúðir á ári talað að þurfi að byggja hér bara til að mæta þeirri eftirspurn sem Núna í þessu hávaxta umhverfi sem við erum með, þar sem að vextirnir eru þetta í kringum 11%, og ég man nú bara ekki hvað framkvæmda vextir byggingaverktakar, ég held að bara þeir geti jafnvel numið 14-15% til skamms tíma. Þannig að það segir sér sjálft að þessir aðilar munu halda að sér höndum og ég vil vekja sérstaklega athygli á því að íslensk heimili skulda 73% af landsframleiðslu sem að gerir þá 3200 milljarða og þetta miðast við árslóki fyrra og fyrirtækin skulda 74% af landsframleiðslunni sem eru þá 3400 milljarðar, 3200 heimilin og 3400 milljarðar hjá fyrirtækjunum. 6600 milljarðar. Já, þetta þýðir bara það að 1% hækkun vaxta hvorki meira en minna heldur en 66 milljarðar. Þetta eru gríðarlegar upphæðir sem að þarna eru undir og skiptir ofboðslegu máli að vextirnir fari niður því að þegar að Seðlabankinn að til dæmis að tala það að sé mikilvægt að fyrirtækin varp ekki sínu vanda út í verðlagið og þeim launahækkunum sem var samið, þá honum í lófa lagið til að aðstoða fyrirtækin við það. Að þurfi ekki að gera það með því að draga úr vaxta gjöldum fyrirtækja með því að lækka vextina. Og ég var að fundi í Hörpunni núna daginn sem að Samtök atvinnulífsins héldu kjarasamningana og svona framtíðina og vextirnir báru þar eðli málsins samkvæmt á góma og þar var Finnur Oddsson forstjóri Haga með erindi þar sem hann nefndi sérstaklega að 1% launahækkun, þetta er 1% launahækkun kostar Haga 160 milljónir en 1% vaxtahækkun kostar Haga 200 milljónir. Vegna þess að Hagar skulda 20 milljarða og 1% af því eru 200 milljónir og ég fór nú að skoða því ársreikning Haga og sá að vaxta gjöld Haga á milli 2022 og 2023 jökust einhverja 700-800 milljónir sem eru gríðarlegar upphæðir. Þannig að Seðlabankinn hefði getað stutt við fyrirtækin til að minnka líkur á því að þeir þyrftu að varpa sínum hækkunum út í verðlagið með því að draga úr fjármagnskostnaði þeirra. Og gagnvart heimilónum að þá þetta náttúrulega bara grafalvarlegt mál. 50 milljóna króna húsnæðislán, rektu það hans fyrir okkur? Já, 50 milljóna króna húsnæðislán sem kannski með fasta vexti núna, við getum bara, ef við tökum bara svona, ég nú að reikna þetta bara hérna í huganum núna, sem með fasta vexti núna og meðaltals föstu vextirnir sem að losna flestir núna á þessu ári kringu 4,5%. Núna vextir bankana þannig að þeir eru tæpum 11%. Þetta þýðir til dæmis að vaxta gjöld á svona láni færi kannski úr svona 230-40.000 upp í svona 500-600.000. Þetta eru svona upphæðir. Þetta eru gríðarlegar upphæðir. En það sem Seðlabankinn mun gera með þessum með því að lækka ekki vextina og gefa fólki færa á því að vera áfram í óverðtryggðum vöxtum að það mun ýta öllum heimilunum yfir í verðtryggð lán sem að mun leiða til þess að stýrivaxtatæki Seðlabankans hættir að virka. Akkurat. Það hættir að virka þegar þú ert settur yfir í verðtryggðu lánin. Þetta hefur Seðlabankin sjálfur sagt og taktu eftir að frá 1. júní á þessu ári til 1. nóvember á þessu ári þá munu eða yfir 300 milljarðar hjá skuldum heimilana losna eða losna úr því að vera á föstum vöxtum yfir í breytilega vexti þar sem að þessar stóru tölur þar sem að vaxtabyrðin mun rúmlega tvöfaldast á einni nótt. Og sá sem kaupi sér lengri líflínu með því að fara yfir
yfir í verðtryggð lán, hann kannski kemst frá mánaðarlegri afborgun við illan leik, en það náttúrulega gengur þá ekkert að vinna gegn höfuðstóli lánanna og maður segir fyrir sér að þetta ástand heldur svona áfram að þetta velti byrðum yfir á hina öldruðu, að í stað þess að eins og við vildum hafa það að margir Íslendingar nú jafnvel í 2 vinnum til þess að brúa bilið og það svona kannski fyrst þegar þú nálgast eftir launaaldur sem þú ert farin að eiga húsið þitt kannski eða íbúðina þína mestuleyti skuldlausa en þetta eiginlega alveg bara með ólíkindum líka sko með lit til þess þegar við horfum á vaxtastefnu í öðrum löndum í kringum okkur. Við skerum okkur algjörlega úr frá öllum ríkjum, samanburðaríkjum sem við erum með hér. Annað sem að vekur undrun mína að síðast fyrir mánuði þegar bankinn lækkaði ekki vexti eins og marga hafði dreymt þá tók ég svona skrens á pólitískum foringjum inn á Alþingi. Ég hringdi í þingmenn, formenn stjórnmálaflokka. Það var eins og að þar væri ekkert andof gegn þessari peningastefnu. Það engin ljós kveikt hjá þessu ágæta fólki og ég er í viðtali á MBL í morgun út af þessu og ég segi þar berum orðum og hef hugsað þetta mikið að stjórnmálamenn þeir geta ekkert haga sér eins og strútar lengur gagnvart þessu og stungi bara höfðun í sandinn og látið sem ekkert sé að gerast því að taktu eftir að þegar að 5 manna nefnd sem peningastefnunefndin, hún hefur ákvörðunarvald til þess að færa, segjum að hún myndi hækka vextu 1%. Þá hún að færa bara hjá fyrirtækjum og heimilum 66 milljarða á milli. Og hugsaður ef að Alþingi Íslendinga væri með ákvörðunu sínum kannski að leggja 66 milljarða á heimili og fyrirtæki. Hvað heldur að myndi gerast? Hvað heldur að myndi gerast? Þannig 5 manna nefnd sem haga sér eins og bara, hvað ég segi, ég ekki að tala illa knattspyrnudómara, en ég seti þetta í samhengi að knattspyrnudómarinn sem að dæma leik sér brot, svo þegar það skoðað vel og rækilega þá dæmdi hann vitlaust. Þannig að hann þarf eiginlega í raun og veru ekkert að rökstyðja það að hann bara dæmdi svona og rökstuðningu Seðlabankans fyrir svona ákvörðunum sínum oft svona 1 A4 blað þar sem að kemur fram kannski óvissa í Grindavík, óvissa vegna kjarasamninga og mikill hagvöxtur og svo framvegis. Ég segi stjórnmálamenn, þeir geta ekki lengur látið það átölulaust að svona skattlagningarvald, ég kalla þetta bara skattlagningarvald sem að þessi 5 manna nefnd hefur, sem ekki einu sinni kjörin af þjóðinni, heldur hún skipuð af stjórnmálaflokkunum og ekki bara það, og ég fjallaði það í þessari grein í viðtali í morgun við MBL, að mér finnst það stórundalegt að 2 af þessum 5 nefndamönnum sem sitja í peningastefnunefndinni þeir búa ekki eins og á Íslandi. Þeir ekki inn í íslensku raunveruleika í dag. Þetta fólk erlendis. Og fólk með svona mikil völd að færa fé á milli skuldara til þeirra sem eiga féð, mér finnst það lágmark að þetta fólk hafi búsetu hér á landi og sé inn í íslensku raunveruleika. Og segir það ekki líka einhverja sögu að einn ætlaði að sjá ljósið og vildi lækka og hann það bara fallin fyrir borð? Hann fallin fyrir borð. Hann reyndar kom og sagði að þetta Gunnar Jakobsson ef ég mann þetta rétt og hann segist reyndar að það hafi ekki verið ástæðanildur, hann fengi annað starf Það er svona íslensk svar til þess að halda áfram í sátt og samlyndi við í samfélag? Íslenska svarið svona til að reyna að rugga ekki einhverju bátum, en það rétt. Gunnar Jakobsson hefur tvívegis þegar fundargerði peningastefnunefndar eru skoðaðar, þá hefur hann tvívegis lagt til að lækka hér stýrivexti 0,25% og hann meðan annars í rökstuðningi sínum nefnir til dæmis langtíma kjarasamningan og annað slíkt. En þarna eru 4 aðilar sem eru á annarri skoðunum að halda þeim óbreyttum og það eru bara 3 aðilar sem að í raun og veru geta
haft þessi áhrif því að þetta bara meiri hluti sem ræður í peningamálunefndinni hvaða leiði farin á hverju tíma fyrir sig. En mér finnst þessi vegferð sem að Seðlabankinn á vera algjörlega fyrir neðan allar hellur. Og stjórnvöld segja pass. Og finnst þetta svo þægilegt, skilur. Það er nefnilega málið. Í mínum huga eiga það að vera kjörnir fulltrúar sem að hafa svona óðbóðslegt valdi eins og peningamálastefnunefnd hefur. Það getur vel verið að þetta sé eins í öllum löndum og þetta sé bara svona, sé þetta bara. En mér finnst það mjög undarlegt að þú getur nánast staðið upp á hól og hort í Færeyja. Og þar stendur kannski neytendur til boða húsnæðislán til 30 ára á 4-5% óvertryggt. Hér eru við 11%. Já. Og þegar er verið að tala norræna vinnumarkaðsmódel og við þurfum að gera þetta svo normenn og svo framvegis, byrjum á réttum enda. Já. Byrjum á því að bjóða íslensku neytendur sambarileg lánakjör og gengur og gerist í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við. Já. Það er algjörlega morgunljóst í mínum huga að íslensk verkalýðshreyfing, hún myndi ekki þurfa að vera svona oft á tíðum aggressív í sínum aðgerðum ef að við byggjum hér við sambarileg vaxtakjör og gengur og gerist í öðrum löndum. Þegar stór hluti ráðstöfunartekna heimila fara í þennan tiltekna lið. Og svo líka bara þetta lottó eftir því hvernig þú fæðist, á hvaða árið þú fæðist. Algjörlega. Hvort þeir gert sæmilega kleift að koma undir þið fótunum eða ekki, það getur bara munað öllu hvort þú fæðist 1955 eða 65 eða 60 eða 70 eða 75. Algjörð lottó. Sko, það er annað að þeir eru orðnir ansi margir sem segja að það liggi fyrir að stýrivextirnir séu farnir að halda verðbólgunni uppi. Það er hárið. Já, í stað þess að vinna á henni. Já. Og við höfum sér til dæmis greinar frá Stefáni Ólafssyni sem hefur fært nokkuð góð rök fyrir því. Góð rök fyrir því. ASI er að segja þetta í dag. Almenningur náttúrulega bara er að verða svona eins og rótuð hæna, sko. Að það liggur við að bara stór hluti íslenskrar alþýðu sé orðlaus, ekki síst vegna þess sem þú varst að benda á áðan, að það er ekki eins og að þetta sé að breytast eitthvað í næsta mánuð eða eitthvað svoleiðis núna. Og margir töluðum að þótt ekki væri nema tákgrænt til að komast til að koma móts við þá sem gerðu kjarasamningarna. Algjörlega. 0,25%. Þar liggur reiði mín. Að þegar að maður lokar sig inn í karphúsinu, hugsar í lausnum, hugsar til framtíðar, sér ávinningin af því að fara slíka leið og fá síðan ekkert nema löðrung frá Seðlabankanum þegar við erum að fara eftir því sem hann er að biðja okkur að gera. Ekki einu sinni heldur núna tvisar. Þetta er önnur stýrivaxta ákvörðun Seðlabankar sem að vextirnir standa óbreyttir. Þrátt fyrir að allir hagvísar vísa bara í eina átt að verðbólgan er á niðurleið, hagvöxturinn er í frjálsu falli, kjarasamningar eru núna fastir til næstu 4 ára, þeir eru hófstiltir, öll þessi rök sem að Seðlabankinn hefur beitt á undanförnum árum í sínu rökstuðningi, þau eru farin. Þau eru til móa. Þá er bara týnt eitthvað annað og ég heyrði orðið launaskrið. Já, nú er rætt það. Nú er talað launaskrið, sko. Þetta er algjörlega galið og ég er bara mjög sorgmætur yfir því að þetta skildi ekki koma lækkun núna og ég sagði nú í fyrstu mæræðu minni upp á Akranesi að hvenær verður það í raun og veru sem að bara almenningur og ekki bara almenningur, heldur líka fyrirtækin vegna þess að fyrirtækin skulda 3.400 milljarða eins og ég sagði áðan og svona hárvaxtakostnaður er að íþyngja fyrirtækjum stórkostlega og þegar þú segir að þessar vaxtahækkanir sé að hafa áhrif á verðbólguna, já svo sannarlega því að þegar þetta er skoða núna til dæmis síðast að þá er 58% af verðbólgunni sem mældist í síðasta mánuði vegna svokallara reiknaðar á húsaleigu. Já. Það er vegna þess að fasteignaverð er að hækka, vegna þess að það vantar bara fleiri íbúðir, fjármagnskostnaður náttúrulega að hækka og síðan voru verðtryggðir vextir að hækka því að það er inn í reiknuðu húsalegunni.
58% af þeirri hækkun sem varð út af því í raun og verum aðgerðum Seðlabankans. En 95% af hækkunin í síðasta mánuði má rekja til tveggja þátta. Það annars vegar reiknað húsalegan og síðan voru flugfargjöld að hækka. Undirliggjandi verðbólgan, hún á niðurleið og án húsnæðisliðar er verðbólgan einungis 3,9%. Þannig að það eru allar forsendur fyrir því að stíga kröftug skref og ég var að vonast til þess að við myndum sjá 50 púnta lækkun í dag. En raunin varð að það gerðist ekki. En blöðtuskan. Svo sagt sko að verðbólgan sé miklu leyti drifin áfram af óvinnu miklu misvægi eins og það hefur orðað á þessum húsnæðismarkaði. Ef eina afleiðingi verður svo að menn halda sér höndum með byggingar þá engin farsæl lausn þar. Örvöxtur ferðaþjónustunnar, verðbólgu hvetjandi áhrif nefnt en á sama tíma þá höfum bara komið þannig málum fyrir að þú slekkur nú ekki á þeirri atvinnugrein bara svona 1, 2 og 3 en sem sagt það að flæða alltaf meir og meiri peningar frá þeim sem skulda til þeirra sem eiga peningana. Þetta ójafnaðar gat sem þarna stækkar og stækkar eftir því sem ástandið verður langvinnara. Raunvextir stýrivaxta, vextir af frádreginni verðbólgu 3%, raunvextir íbúðalána 5%, raunvextir yfirdráttarlána yfir 10%. Þetta er galið. Hvernig endar þetta? Þetta er galið og þetta er gott þú kemur inn á þetta vegna þess að þegar ég var að skoða þetta og við vorum að máta okkur við þessa hugmyndafræði sem við vorum að gera í kjarasamningunum, þá fór ég að skoða raun stýrivexti Seðlabankans frá aldamótum, síðustu 24 ár. Þá kemur í ljós að raun stýrivextir eru 1,75%. Það eru raun stýrivextir Seðlabankans, að stýrivextir að frádregni verðbólgu. Í dag erum við konum með raun stýrivexti på 3,25%, þannig að það alveg svigrúm þarna ef við skoðum meðaltalið og við skulum alveg hafa eitt hugfast að inn í þessu tölum hrunið sem að í raun og veru algjörlega svona absúrt tími. Þannig að raunvextir eru bara á hraðri uppleið og hafa í raun og veru alla tíð verið miklu meiri heldur og gengur og gerist í þau löndum sem við erum að bera okkur saman við. Það er alltaf að tala að hér verða að vera bullandi raunvextir en þegar þú skoðar löndin í kringum okkur í gegnum árun og áratugina þá eru oft bara raunvextir neikvæðir í þessu löndum. En ekki hér. Það bara, kemur yfirleitt eitthvað bara stutt tímabil sem að það getur gerst eins og gerðist og notabenni það var vegna stríðsins í Úkraínu og faraldursins sem að þessi neikvæðu vextir raunvextir komu þá en það virðist bara vera lenska hér á landi að verja fjármagnið, verja þá ríku og taktu eftir að þú skoðar aðra málsgrein Seðlabankans aðra grein Seðlabankans, löginu Seðlabankan, þá kemur fram í annari greininni að eitt af megin markmiðu Seðlabankans að stuðla verðstöðuleika og fjármálastöðuleika og allt þetta. Ég spyr hvaða verðstöðuleiki það ef þú kaupir vöru sem að láni og það getur tvöfaldast á einni nóttu. Farið kannski úr vaxtabyrði úr 150.000 upp í 300.000. Og það er verið að berjast við ykkur verðbólgu og takt eftir heimilin vissulega að finna fyrir verðbólgunni en þar er fólk kannski að finna fyrir aukinni greiðslubyrði upp á kannski 10.000 kallið eitthvað 10-15.000 krónur á mánuði. En það leggur aukna vaxtabyrði á fólk sem getur verið alltaf 150 upp í 300.000 krónur. Þannig að ég skil ekki í raun og veru þegar er verið að reyna að laga hér einhverja tognun í löpp þá kemur Seðlabankinn raun og veru og tekur löppin að þér fyrir ofan nýja með þessum aðgerðum sem hann hefur verið að beita. Ég veit bara stjórnmálamenn fari að vakna og þetta verður bara endurskoða þetta kerfi því að þetta getur ekki gengið með þessum hætti. Í þessu ástandi mikill hagnaður hjá viðskiptabönkunum
þeir virðast ekki nýta samfélagslega ábyrgð sína ef hún einhvers staðar eitthvað meira heldur en falleg orð á prenti sem að fylgir þessum fyrirtækjum til þess að koma á móts við almenning ef þeir hafa svigrúm sem að mörgum finnst nú að ætti að geta verið. Er það ekki líka hluti vandans? Þú getur rétt ímyndar. Heildarhagnaður íslensku bankan á síðast ári voru 83 milljarðar. 83 milljarðar heildarhagnaður viðskiptabankana 3. Banka sem að hafa það megin hlutverk að geyma og lána peninga. Kjarasamningarnir sem við gengum frá, þeir kosta í kringu 50 milljarðar á ári. Hagnaður 3 bankana yfir 30 milljörðum meiri heldur en launahækkanir allra á almennum vinnumarkaði kostaði. Og bara þessu til viðbótar að þá eru hreinar vaxtatekjur Landsbankans á síðasta ári 57 milljarðar. Já, bara vaxtatekjur. Hreinar vaxtatekjur, þá ertu búin að borga fyrir innlánin og þetta eru tekjurnar sem þú hefur af því sem bankin er að lána út. Þetta eru bara hreinar vaxtatekjur upp á 57 milljarðar. Og ég var að segja núna rétt áðan að kjarasamningurinn kostaði 50 milljarðar. Og þá komum við kannski öðru máli sem að maður velti fyrir sér. Þegar að ríkið á til dæmis þarna, Landsbankan, nánast 100%, græðgin orðið það mikil í stjórnmálamönnum að þeim nákvæmlega sama þó að bankarnir sé að níðast á fólkinu, það bara segir, heyrðu, við fáum þetta síðan bara í arðgreiðslu sem að við getum síðan farið að níðast með fólki með. Auðvitað eiga stjórnvöld líka að beita sér fyrir því í gegnum til dæmis ríkisbankan að bjóða hér upp á betri lánakjör heldur en gengur að gerist. Lægri þjónustugjöld og svo framvegis. Ríkisbankin okkar, Landsbankin, hann getur þetta. Og við áttum lengi vel stóran hlut í Íslandsbanka þannig að menn hefði alveg geta gert þetta. Það er eitthvað sem veldur því að þetta er svona eins og þetta er. Já. Vilhjálmur, hvaða tæki hefur þú til þess og þitt fólk, þú ert í verkalýðsfélagi Akranes, við erum hérna 1. maí er nýliðin, fólk voru í kröfugöngur og svona sýndi hnefan og baráttuanda en nú er sumari framöndan og sko hvernig getur þú, þitt fólk og hvernig getur almenningur mótmælt, hvernig getur almenningur aðhafst, er einhver leið til þess? Þetta er $1.000.000 spurning, sko, til að svoleiðis hafi raunverulega áhrif að mótmæla, þá tel ég að það þyrfti að mæta svona 10, 15, 20.000 manns. Þannig að það sæjist með afgerandi hætti að fólk væri bara algjörlega búið að fá nóg. Og ég lít svo á núna til dæmis, og ég sagði það akkurat í minni fyrstu mæræðu hvort að sá tímapunktur myndi raungerast ef að bankin myndi ekki koma með lækkun, hvort að fólkið ætti núna að sýna samstöðu og sýna þóknun sína á því hvernig þetta fjármálakerfi okkar er og mótmæla. Ég held að þetta sé ekki bara launafólk og heimilin, þetta eru líka fyrirtækin. Því að fyrirtæki og launafólk fer saman í 99% tilfella. Það skiptir launafólk miklu máli að fyrirtækinu gangi vel. Það skiptir launafólki miklu máli að rekstrarumhverfi fyrirtækja sé gott, þannig að það sé að greiða fólki mannsæmandi laun og setja fjölga hérna störfum. Þetta fer saman. Þannig að ég segi bara stutt og laggott ef eitthvað ætti að vera ættu íslensk fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki, ef við bara notum það orð, vegna þess að það eru fyrirtækin sem eru inn í íslensku hagkerfi, skulum bara átt okkur á því að hluti af íslensku fyrirtækjum ekkert inn í íslensku hagkerfi. Gera upp í erlendri mynt og taka lán í erlendri mynt og ekkert með inn í þessu. Heldur betur. Belt og axlabönd. Belt og axlabönd. Þannig að þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem þarna er. Ég held að almenningur, heimilin, lítil og meðalstór fyrirtæki þurfi að segja hingað
og sko, nú er bara nóg komið. Kannski hlaði bara í nýja búsáhaldabildingu hérna niður við Seðlabanka. Já, hvað getur maður sagt? Eins og ég segi, ég hérna, þegar maður er búin að leggja svona mikið á sig í þessari vinnu og ég tel mig að hafa átt töluvert stóran þátt í þessari vegferð sem við fórum og takt eftir, ég sagði alltaf við Samtök atvinnulífsins að þetta er tilraun. Þetta er tilraun sem er fólkin í því að verkalýðshreyfingin er tilbúin til þess að segja, nú ætlum við að hlusta á Seðlabankann. Nú ætlum við að gera allt sem er verið að biðja okkur að gera. Gera langtímasamning, hafa hann hóstiltan, því að ef þetta mistekst, þá verður gott fyrir íslenska verkalýðshreyfingu að geta sagt og rifjað upp, muniði hvað við gerðum árið 2024, þá gerðum við þetta svona, fórum að einu öllu eftir því sem að greiningaraðilar voru að tala Seðlabanki var að tala það bara dugði ekki til. Og ég ætla bara rétt að vona að sagan muni ekki skrifast þannig að sú staða komi upp. Því að ég vill svo innilega að þessi árangur sem við stefndum að, sem er lækkun verðbólgu, lækkun vaxta, að það raungerist. Því að munum að hluti af þessu er ekkit náttúrulögmál, heldur mannannaverk. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, þakka þér fyrir að koma til okkar. Takk. Og við víkjum þá yfir í aðra sálma. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.